Já, góðan dag. Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Ég heiti Guðrún Hafsteinsdóttir og formaður nefndarinnar. Ég vil bjóða velkomna gesti fundarins sem eru Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóri. Efni þessa fundar skýrsla fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir árið 2021. Formaður vill árétta að fundurinn opinn og biður formaður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín í milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Þá langar mig að bjóða ykkur aftur velkomna herramenn, Ásgeir og Gunnar, og ég ætla að byrja á því að gefa þér Ásgeir orðið. Gjörs vel. Já, þakka þér fyrir. Við erum hér að kynna þetta riti líka, rit sem við höfum sent hingað niður á Alþingi stöðu fjármálastöðugleika. Við reyndar líka gáum út heildarútgáfu á fjármálastöðugleika bara nú við stuttu. Þannig að nefndarmönnum sem og í rauninni öllum alþingismönnum gefst kostur því að kynna sér ítarlega núna stöðu fjármálastöðugleika í landinu. Og hann í stuttu máli góður, eiginlega sama á hvaða mælikvarða litið. Staða heimilanna hefur aldrei verið betri, bæði hvað var kaupmátt, eignastöðu og svo framvegis. Og þrátt fyrir allt að þá hafa skuldir heimilanna ekki hækkað sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. Það sem skiptir líka mjög miklu máli það að við erum með gott ytra jafnvægi útlönd, þar að segja að við erum með gjaldeyrismarkað sem í jafnvægi. Núna það þannig að eignastaða landsins erlend eignastaða landsins jákvæð. Við eigum meira en við skuldum í útlöndum. Þannig að við erum ekki að verða fyrir mjög verulega neikvæðum áhrifum þó vextir hækki erlendis. Bankakerfið stendur líka mjög vel. Það kannski einhverju leyti áhyggjuefni sem við nefnt að bankarnir hafa fært tilbaka í raun allar niðurfærslur sem þeir færðu, ekki allar, stóran hluta þeim, sem þeir færðu vegna faraldursins, sem var kannski dálítið bjartsýn í, þess að það veltur dálítið á því hvernig að næsta sumar verður fyrir ferðaþjónustu, sem ekki alveg útséð Þannig að það einhverju leyti áhættu þáttur. Að öðru leyti þá staðan tiltölulega góð. Við höfum náð í rauninni að vinna okkur tilbaka frá faraldrinum. Ísland var náttúrulega miklu verr úti í kófinu heldur en önnur Norðurlönd í ljósi þess hvaða ferðaþjónusta var hér stór hluti af bæði þjóðartekjum og gjaldeyristekjum. Og það hefur verið vandamál úti að fólk hefur ekki komið aftur út á vinnumarkaðinn sem datt út á tímum faraldursins. En það hefur ekki á sér stað hér. Atvinnuleysi komið á sama stað og var áður og við höfum séð gríðarlega mikla atvinnuþátttöku. Og þannig að við höfum heldur ekki, við erum með bæði peningastefnu og síðan fjármálastöðugleikastefnu og það getur gerst að þessar tvær stefnur lendi í andstöðu við hver aðra. Sem dæmi ef að Seðlabankinn myndi þurfa að hækka vexti verulega til þess að stemma við stigu verðbólgu og það kunni þó að hafa slæm áhrif á fjárhagslega heilsu heimilanna, fyrirtækjanna eða bankana. En við erum ekki að sjá þetta til staðar í dag í rauninni. Þessi fjármálastöðugleiki peningastefnan hafi í rauninni stutt alveg ágætlega við hvort annað. Gegnum COVID og í rauninni fram til þessa. Þannig að staðan tiltölulega góð.
eins og við tölum saman núna og ég, hvernig við þú þarna bæta eitthvað við þetta? Kannski bara nokkrum punktum ef við bara stigum tilbaka og hvað snýst fjármálastöðugleiki í hnotskurn. Það snýst það að fjármálakerfið sé reiðubúið til þess að sinna miðlun fjármagns út í efnahagslífið, sé reiðubúið til þess að sinna áhættustýringu fyrirtækja og heimila, það er að segja að fjármagninu sé veitt þangað sem að bestu eða arðbæristu verkefnin svo má orðið komast og þá er það bæði við heimili og fyrirtæki og það er sem svona áhættustýringaþátturinn og svo greiðslumiðlun. Og af hverju höfum við áhyggjur af þessu? Því að sagan sýnir það að ef það er ekki fjármálastöðugleiki að þá getur það ógnað bara almannahag og efnahagslegri velsæld. Og það er að segja þá sáum það náttúrulega 2008 en við höfum séð það ítrekað í gegnum söguna að þeir eru ekki fjármálastöðugleiki. Og þess vegna það sem við erum að gera í fjármálastöðugleika, við erum að horfa á eins og Ásgeir kom inn á ákveðna þætti. Það er í fyrsta lagi bankakerfið eða fjármálakerfið sjálft og þar hefur verið gert heilmikið síðan 2008-2009, bara nýtt regluverk þar sem eru eiginfjárkröfur og lausafjárkröfur og bankakerfið hér hefur aldrei staðið eins vel eins og núna með ef maður horfir á eigið fé bankakerfisins, laust fé í bankakerfinu, efnahagsreikning bankakerfisins og svo framvegis. Þannig að sá þáttur mjög traustur. Síðan annar þáttur að því að þetta er svona þessi innri áhætta fjármálakerfisins. Síðan það ytri áhætta fjármálakerfisins. Þá það skuldsetning á Íslandi eða skuldsetning fjármálakerfisins. Því að ef að skuldsetningin verður óhófleg, en Ásgeir kom inn á áðan að meira þess að skuldsetning heimila ekki komin úr takt við launaþróun, en ef að skuldsetning verður óhófleg, þá verða greiðsluerfiðleikar og sem síðan þá leiðir til þess að bankakerfið getur ekki haldið áfram að sinna þessu hlutverki sínu, þar að segja lána út í hagkerfið. Og við metum þann þátt líka vera í bara mjög góðu horfi eins og en það samt eins og kemur fram í fjármálastöðugleikaritinu og við höfum áhyggjur af hækkandi fasteignaverði því að skuldsetningin eltir hækkandi fasteignaverð og þar koma náttúrulega margir þættir inn í. Við höfum verið að ræða framboðið töluvert en það var náttúrulega líka svona eftirspurnar sjokk núna, það sem að eftirspurnin fór fram miklu hraðar heldur en við áttum búast við 2019 og margar ástæður fyrir því sem við höfum rætt áður. Síðan eins og Ásgeir nefnir, það annar þáttur sem getur haft áhrif á fjármálakerfi sem við náttúrulega búið að taka á í umgjörðinni hér á landi, að það gjaldeyrismarkaðurinn og ef það mjög mikið ójafnvægi á milli skulda og eignastöðu í fjármálakerfinu eftir í hvaða gjaldmiðlun það en það mörk á því í dag, það má ekki vera meira en 10% ójafnvægi, þannig að sú umgjörð líka mjög traust. Þá komum við að fjórða þættinum sem kannski sá þáttur sem hvað mest í sviðsljósinu núna og sem ég hef mestar áhyggjur af. Það eru innviðirnir og netöryggi og í þeirri breyttu heimsmynd sem við búum við núna. Og hérna eru við að náttúrulega bara bæði náttúrulega að sjá þessar hörmungar í Austur-Evrópu, þar sem að innrás Rússlands inn í Úkraínu hefur haft náttúrulega bara aukið á þennan áhættuþátt, ekki bara núna heldur líka til framtíðar þegar það áttur að vera óróleiki í kringum. Við sáum vaxandi netárásir á síðustu svona 1, 2, 3 árum og náttúrulega munum eftir fréttunum í september í fyrra þar sem var ekki hægt að sinna hér greiðslumiðlun í landinu í klukkutími eða svo út af netárásum. Þannig að þetta vaxandi áhættuþáttur fyrir fjármálakerfið og ég myndi segja að við séum búin að vera að byggja upp á síðustu 10 árum alveg gríðarlega öfluga umgjörð í kringum fjárhagslega hlið fjármálakerfisins. Það að segja eigið fé, laust fé, skuldsetningu, gjaldeyri og svo framvegis. Núna komin tími á að fara að huga aðeins meira að umgjörðinni í kringum netöryggi og hérna það sem hefur náttúrulega gerst, ekki bara í fjármálageiranum heldur víða annar staðar, að það hægt að fá ódýran hugbúnað í gegnum netið erlendis frá og þess vegna þegar verið að byggja upp heimasíður eða annan hugbúnað bæði í fjármálakerfinu og í raunhagkerfinu, að þá oft þægilegt að sækja hann yfir netið en það ekkert víst að þessi hugbúnaður verður til staðar
og svo annar áhættu þáttur þarna það sem má hugsa sér sem svona horizontal integration, það sem að sami hugbúnaður notaður í mörgum fyrirtækjum, mörgum fjármálafyrirtækjum eða mörgum fyrirtækjum í raunkerfinu, og ef að sá hugbúnaður bilar, að þá bilar hann þvert á kerfið í staðinn fyrir þegar þú ert með hugbúnaðinn svona fyrirtæki fyrir fyrirtæki. Og þetta hlutir sem við erum bara höldum áfram að skoða. Ég ekki að segja að þetta í mjög góðum málum og bankarnir hér hafa sinnt þessum málum hér mjög vel. Það sem ég að segja hins vegar það að áhættan að aukast og við þurfum að hafa það í huga fram á við. Viltu bæta við, Ásgeir? Nei, ég ætla að henni, alls ekki. Já. Það hefur opnað fyrir mælendaskrá og fyrstu til að kveða sér hljós Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir. Tvær spurningar. Annars vegar vegna svona verðbólgu stöðu heimilanámsliðs, þar sem að segja að skuldastaðan hafa ekki vaxið og svo framvegis, en að sama tíma auðvitað og húsnæðisverð fer á flegi ferð upp á við, þá náttúrulega batnar eignastaðan hjá fólki. Þannig að almennt séð að meðaltali eignastaðan að bætast, en fólk sem að koma nýtt inn á húsnæðismarkaðinn, það hlýtur að vera í allt annarri stöðu. Og þar var rauninni spilaborgin sem byrjaði að falla þegar að sem sagt, húsnæðismarkaðurinn toppaði og fjall áður, að þá allt í einu urðu skuldinar mun hærri heldur en andverði íbúðana. Og það kannski frekar svo áhættugreining sem að mér finnst vanta að já, meðaltalið lítur ágætt út sérstaklega þegar þessi þróun í gangi, en hvar eru svona veikleikamörkin í rauninni milli tekjutíunda til dæmis hjá leigjendum og annars svoleiðis sem ekki að taka þátt í rauninni í þessum massa af eignamyndun sem að hækkandi húsnæðisverð rauninni að búa til í svona nokkur svona bólu. Hitt síðan varðandi Úkraínu sem við vorum að nefna, að það væntanlega ekki mikið að fara að hafa áhrif fyrir kannski í næsta uppskera hefði átt að koma inn á markaðinn. Við erum ekki að lenda í því ennþá. Hvaða áhrif eru þá að fara að hafa áhrif á til dæmis kornframleiðsluna sem þar venjulega eru landbúnaðarhéruðin, munu þau halda áfram þarna eða eru þau í þessari bara áhættu, þau eru bara úti og hvenær þá von á því að það högg komir inn á svona birgðarstöður og framleiðslu tilfærslur í heiminum. Þetta hefur áhrif á Afríku til dæmis, sem að eru stórlönd sem að stóla á framleiðslu frá þessum svæðum. Þannig að þetta verður hnattrænt, en þá bara hvenær. Takk. Svo það bara varandi eignastöðuna, það sjálfsagt rétt að hækkun fasteignaverðs náttúrulega bætir eignastöðuna. Hins vegar þannig að núna hafa heimilin að miklu leyti skipti yfir í nafnvexti og við erum núna að sjá neikvæða raunvexti á nafnvextalánum í fyrsta skipti í 40 ár. Þannig að núverandi aðstæður ekki hægt að vorkenna þeim sem að tóku fasteignalán. Svo þeir eru með neikvæða raunvexti. En þetta alveg rétt hjá þér. Þó að líti alls ekki illa út fyrir þeim sem eru á húsnæðismarkaðnum nú þegar, það eiginlega enginn í lán í vanskilum, þá það mjög erfitt fyrir þá sem ætla að komast inn á markaðinn hér eftir. Og sama skapi leiga lækkaði í kjölfar þess að við lækkuðum vexti. Og það alveg viðbúið þegar við þrengjum að húsnæðismarkaðnum að þá muni fólk þó hrekjast inn á leigumarkaðinn. Og vandamálið náttúrulega skortur á fasteignum. Og það alveg viðbúið þegar kemur fram á næsta vetur að það verði ákveðnir hópar sem að í rauninni komast ekki inn á fasteignamarkaðinn. Þannig það alveg þarna viðbúið og kannski ekki svo mikið sem við getum gert í því per se. En það alveg rétt, alveg rétt greining og það líka getur verið villandi að hugsa meðaltöl.
Svona almennt sér held ég að íslenska millistéttin hafa tölvöld gott, hún orðað þannig. Vissu telja allir landsmenn sem verið í millistéttarindar, það er annar mál, en sko hvað var að Úkraínu þá náttúrulega eru markaðirnir þannig að það er þegar búið að prísa inn, það eru valréttir eða futures og spákaupmenn, þeir eru þegar búin að stúdera vantilega uppskjöruna þarna og svo framvís. En það er alveg rétt hjá þér að það að kippa í rauninni bæði Úkraínu og Rússlandi út úr heimsækjunum sem hefur gerst núna. Það mun hafa verulega áhrif þessu lönd, hafa verið alveg umsvifamikil í bæði Úkraínu í matvælaframleiðslu og Rússlandi í hráurum. Og við höfum ekki eftir að sjá að fullu áhrif þeirra. Það sér að gera. Hvernig viltu þarna bæta við? Já, bara fyrst varðandi seinni punktinn og svo aðeins varðandi fyrir spurninguna. Það var í fréttum í morgun tilvitnun í Andrew Bailey sem bankastjóri Englandsbanka, þar sem hann var að brýna fyrir bresku þjóðinni það að stríðið í Úkraínu mun draga úr lífskjörum í Bretlandi. Og ég held að þetta sé svolítið sá veruleiki sem að við erum að horfast í augu við, ekkert bara í Bretlandi heldur öll Vesturlönd. Verðbólgan hefur farið vaxandi og þetta er ekki til þess að draga úr verðbólgunni þegar að verður, eins og þú bendir á Björn, uppskjörubrestur eða eitthvað annað þvíumlíkt. Þannig að það er áhyggjuefni. Ef við horfum hins vegar á Ísland, þá stöndum við hlutfallslega vel ef við erum að horfa á fjármálastöðuleika. Þessir þættir sem þarna verið að nefna, að við erum ekki mjög tengd Rússlandi, Úkraínu eða Hvíta-Rússlandi sem eru svona löndi sem eru helst þegar kemur að hagkerfinu sem slíku. Jú, verðbólgan getur haft áhrif á lífskjör sem getur síðan þá haft áhrif á getu heimila til þess að greiða af lánunum, en þá komum við fyrir spurningunni varðandi lánin og vissulega er það rétt að það var ákveðið áfall hér 2008-2009 á húsnæðismarkaði út af skuldsetningu. Það er hins vegar töluvert breyst síðan þá og þó að vissulega hafi fasteignamarkaðurinn verð á fasteignum hafi aukist núna undanförnu og enda má sjá það í ritinu að það er farið að fara umfram leikni sem er alltaf áhyggjuefni þegar þú horfir á langt tímabil og við erum komin vel yfir, ég held að við erum komin 10% yfir leikni og það er áhyggjuefni, en hluti af skýringunni þar er að hér hafa verið miklar launahækkanir á undanförnum 2 árum og þær launahækkanir, það er gömul saga og ný að fasteignaverð er fall af launum og þegar launin hækka að þá þrýstist það út í fasteignaverði því að eða bara hort yfir sama tímabil að þá eru heimilin alla jafna tilbúin til þess að eyða 20-25% af laununum sínum í fasteign eða í húsnæði og þetta er þetta meðaltöl og ekki alltaf hægt að horfa á þau með því hvernig það hefur áhrif á einstakar fjölskyldur en ef maður horfir á heildina. Síðan er annað sem búið að vera að gerast fyrir síðasta fjármálahrun þessi 2008 að þá voru búið að vera hér 100% fasteignalán sem er ekki lengur því að nú er búið að setja stíf mörk á veðsendingar hlutfall. Þá voru greiðslumöt ekki jafn góðu horfi eins og það hafa verið að undanförnu þar sem er verið að horfa á og við settum síðan í Seðlabankanum á síðasta ári ákveðin bara mörk í kringum það til þess að tryggja það þegar við erum að koma út úr þegar erum að nálgast hoppin á kredit eða lána sveiflunni, kreditsækul, að þá færi bankar ekki að gefa afslátt á greiðslumötum til þess að geta haldið áfram að lána, þannig að við settum greiðslubera hlutfallið í 35% og 40% fyrir fyrstu kaupendur, þannig að þetta er svona umgjörð sem að mun hjálpa okkur við það að draga úr líkum á því að hér verði einhver vandræði á fasteignamarkaði, en auðvitað aldrei hægt að útrýma áhættu og aldrei hægt að segja nákvæmlega fyrir hvað gerist, en ég held að við séum í miklu betri stöðu heldur við höfum verið áður við sambærilegar aðstæður. Já, takk fyrir það. Guðbrandur Einarsson. Já, takk fyrir. Ég langaði ræða þessum gjaldeyrismarkaði sem Ásgeir, þú sagðir að væri í jafnvægi
sem að kom mér fyrst nú svona þegar ég horfa á þetta sem leikmaður að þetta vera ansi kvikur markaður og virðist ekki verið í jafnvægi bara sjálfur sér heldur vegna þess að það eru inngrip inn í þennan markað af hálfu bankars sýnt og heilant bæðið upp og niður sko. Ég að velta fyrir mér líka bara sko núna þegar að vextir hafa verið að hækka talsvert á Íslandi hvort það verði ekki áfram þrýstingur á gengið sem að gæti bara vegna þess að vaxtamunur í útlönd að aukast hvort að þetta geti ekki orsaka talsverðan þrýsting á gengið og þá þurfum við Seðlabankinn einhvern veginn að bara eyða sínum gjaldeyrisvarasjóði í slíka hluti. Mér langaði aðeins að því að ég fæ alltaf smá hnút í magann þegar þú nefnir að þú sért ekkert á vorkinu heimilunum núna því að það séu neikvæðir raunvextir sko. Það að lán skuli hækka 1% af 40 milljón króna lán það kemur bara verulega við skuldsett heimili og við erum búin að sjá vaxtabreytingar upp á 23% frá því að fólk tók lán við bestu aðstæður. Þetta farið að vikta mjög þungt í heimilisbókhaldi margra þannig að það að vextir séu neikvæðir hjálpar ekki þessum hópi. Þannig að það svona aðeins ýtir við mér þegar þú nefnir þetta með þessum hætti. Takk. Ok, hvað var hann í gjaldeyrismarkaðinn þá hann í jafnvægi og hann er búin að vera það ég hann í síðasta árið nokkurn veginn að því að leiti að gengi hefur verið stöðugt. Það hafa komið einhverjir dagar þar sem að það verið við köllum það skrúfur á markaði þar sem að það einhver stór viðskipti að fara í gegn og þá þetta lítill markaðar þá hafa orðið smá og þá höfum við þarna gripið inn í, það sjálfsögur ekki verið oft. Ég held að á tímabilinu frá svona júní og fram áramótum held ég höfum gripið inn 2-3 í markaðinn. Við hins var gripið inn í markaðinu í janúar og febrúar til þess að varna því að hún styrktist svo mikið í ljósi þess sem var að gerast þá og gripið sína aftur inn til þess að verja gengi krónur. Ég er inn í 1-2 daga og en annars sko eins og við skilgreinum eða hagfræðingar skilgreinum jafnvægi á markaði þá það bara að það sé engin leikni beinlínis til styrkingar eða veikingar. Hún hefur aðeins styrkst smá og við sjálf sem ekki komið í veg fyrir það en þannig þetta myndi flokka sem nokkuð gott jafnvægi því að mjög margir gengiskrossar úti hafa verið að hleiðrast verulega til nú á síðustu mánuðum og vikum út á Úkraínustríðinu, evran hefur fallið verulega á dollar sem dæmi og heldur svona í ljósi þess að þá held ég að gjaldeyrismarkaðurinn sé náttúrulega góð jafnvægi en hann náttúrulega endurspeglar náttúrulega hvað við getum náð að flytja út og það er það sem það gefur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þannig að ef við náum ekki að flytja út eða útflutningsatvinnuvegir vera áfallið þá náttúrulega verður gengi krónunnar að lækka einhverju marki. Þessi er raunin tryggja jafnvægi. En ég sjálfur verður alltaf óða glaður þegar gjaldeyrismarkaðurinn kemur ekki fréttum og enginn sé að hugsa hann, þá finnst mér að það sé að ganga vel að því að eins og ég sé það þá eiga bæði heimilin og fyrirtækin að í rauninni að bara sinna sínum málum að vera að hafa áhyggjur af gjaldeyrismarkaðnum per se. Gjaldeyrismarkaður er líka sérstakar markaður að því það er ekki til neitt annar markaður sem út með jafn ólíka þátttakendur sem út bæði með heimilin sem bara kaupa gjaldeyri þegar fara til TN eða kollega út með fyrirtæki, útflutningsfyrirtæki út líka með spákaupmenn út líka með ríkissjóð og Seðlabankann líka síðan sem kemur inn í á lokum og bankana þannig að þetta eru engi markaðar það sem margir ólíkir þáttakendur á. Skiptir náttúrulega máli fyrir stöðu líka. Sko hvað var að neikvæður raunvextir? Ef raunvextir eru neikvæðir þá er verið að gefa þær eitthvað. Það er þannig. Það er verið að millifæra pening frá þeir sem eiga sparnaðinn til þeir sem skulda. Það er staðreynd. Nákvæmlega hvaða áhrif það hefur síðan á greiðslubyrðin á hverju mánuði það er annað mál. En eins og Gunnar kom að hérna áðan þá höfum við sett ákveðið ramma í kringum markaðinn
til þess að reyna að tryggja það að það sé ekki verið að taka á mikla fjárhagslega áhættu. Það eru takmörk á því hvað fólk má veðsetja sig, sem eru þá 80% þannig að alveg það eru takmörk á því hvað fólk getur tekið að lánum varandi greiðslubyrði, 35%, og það er verið að reyna að tryggja það og hérna eins og Gunnar segði áðan, laun að hækka þó verðbólga sé há og þá verður samt laun að hækka hraðar. Svo er verið að borga hagvaxtarauka út núna í maí. Þannig að þetta sem við erum að tala um, það er ráðstöfunartekjur heimilina. Það er að hækka allverulega. Þetta kann að snúast við, ég er alveg sammála því. Ég meina ef heimilin hætta á launahækkanir og vextir hækka verulega, þá náttúrulega kann þetta snúast við. Eins og staðan núna, þá lítur þetta ekki svo illa út. Það er það sem ég átti við. Vildu bæta vikurnar? Nei, þetta er bara Okay. Þá er það Diljá Steinasdóttir. Takk og takk fyrir framsöguna og að svara spurningunum svona skýrt og skilmerkilega, þannig að meira þess að við lögfræðingarnir skiljum þetta. Ég með nokkrar spurningar. Í fyrsta lagi að því að út af því sem að þú varst að segja, Gunnar, um öryggismálin og innviðan okkar, þá langaði mig til að spyrja þig út í það. Því ég rak augun í viðtal við þig á dögunum verðbréfaskráninga innviði og mér langaði bara að spyrja af hverju það er ásættilegt að hafa verðbréfaskráninga innviði erlendis og út frá því sem þú varst að segja varðandi einmitt þessi öryggissjónarmið en það er óásættilegt varðandi greiðslumiðlun og líka út af þessum öryggissjónarmiðum. Þá langaði mig til þess að spyrja um stöðu á innleiðingu innlendra smágreiðslulausnar sem er fjallað í skýrslunni og í þriðja lagi og allt öðrum nótum þá langaði mig að spyrja út í það sem að hann Björn Leví var að spyrja um áðan varðandi fólk sem er að koma nýtt inn á húsnæðismarkaðinn, af því að nú kemur fram í skýrslunni að hlutfall fyrstu kaupenda hafa aldrei verið hærra og það er væntanlega meðal annars vegna aðgerða stjórnvalda sem miðar sérstaklega þeim hópi og þá langaði mig til að spyrja, erum við þá að tala um, að mér heyrðist þið vera að taka undir ákveðnar áhyggjur, erum við þá að hafa áhyggjur því sem koma skal eða erum við þegar farin að sjá þessa merki breytingu varðandi fyrstu kaupendur? Og fjórða og síðasta spurningin, út af því sem að þið voru að ræða í síðustu spurningu jafnvægi gjaldeyrismálum. Þó að Ásgeir sé að benda okkur á að hafa áhyggjur á þessum málum. Það langaði mig til að spyrja að því að við erum nú útflutningsþjóð og mikilvægasti gjaldmiðillinn okkar, útflutningsgjaldmiðillinn okkar viðskiptagjaldmiðillinn okkar dollar. Er meiri sveiflur í krónunni gagnvart dollar heldur til dæmis hjá evrunni gagnvart dollar? Eru við svo sveiflukenndur gjaldmiðill? Ekki fleira í bili, takk. Ég ætla bara að svara spurningu 3 og 4 og vísa hérna þegar Gunnar en ég sjálfur það eru rétt hjá þér að frá því að Seðlabankinn lækkaði vexti 2020 höfum við líklega ekki séð líklega stærstu færslu inn á fasteignamarkaðinn frá því að Breiðholtið var byggt eða Grafarvogur eða eitthvað álíka. Það er gríðarlega margir fyrstu kaupendur komið inn á markaðinn og 80% á þessum tíma. Og sem betur fer þegar við lækkuðum vexti þá var lager til staðar. Það hefði gengið illa að selja húsnæði eftir fall WOW. Það kom reyndar líka mjög mikið framboð inn á markaðinn 2020. Þannig að við sáum gríðarlega færslu fólks inn á fasteignamarkaðinn og þá á þeim tíma. Við höfum ákveðið að undanskilja fyrstu kaupendur frá öllum okkar aðgerðum sem ég nefndi áðan varðandi greiðslubyrði og lánarhlutföll. En ég hef alveg áhyggjur af því og þeir sem hafa komið fasteignamarkaðinn bæði ungt fólk en líka erlendir ríkisborgarar sem hafa verið að vinna hérna. Við sjáum sem jákvætt fólk sem hefur verið að vinna hérna og leigja hefur síðan ákveðið greinilega festa rætur og kaupið sín á markaðinn. En ég hef áhyggjur þegar litið er fram að það sé í raun og orðið ómögulegt fyrir ungt fólk að kaupa fasteignir. Það er líka bara bæði vegna þess að það er ekki mikið framboð á litlum eignum tildulega og líka bara það að með hvernig verðið hefur hækkað. Þannig að ég held að sé alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur af því.
og við hefum þá reynt að undirskilja fyrstu kaupendur frá okkar aðgerðum en það sjálfur sér engin lausn að fólk sé að taka á sig mjög mikla skuldsetningu til þess að komast inn á markaðinn. Við höfum varað við því mjög svo og nokkurn veginn. Þannig að hvað var að jafnvægi í gjaldeyrismarkaði? Já, þá þannig að litli gjaldmiðlar oft að því að við finnum verulega fyrir því ef að gengi krónunar hreyfist gagnvart öðrum myntum. Við ljósið þess hvað við erum opið kerfi. Önnur stærri lönd finna miklu minna fyrir því. En ég held að það sé alveg rétt að dollar-evru-krossin miklu sveiflukendari heldur en dollar-krónu-krossin, allavega í seinni tíð. Nokkurn veginn. En við á gjaldeyrismarkaði við erum ekki að þvinga neitt gengi fram. Gengi verður að ráðast nokkurn veginn af stöðu atvinnuvegna og því flæði sem til staðar, því sem að gerast. Við aðeins að reynum að tryggja það að það sé ekki óstöðuleiki á svona litlu markaði og að fólk eða fyrirtæki hafa ekki áhyggjur því að gengi kunni að vera einhverju prósentum lægra á morgun en það í dag eða í næstu viku. Og það við erum raunin að reyna að skapa fyrirsjáanleika á markaðnum. Og það líka grundvöllur fyrir því að í rauninni að peningastefnan virki. Og það sem gengið alveg þokkalega við Seðlabankinn hefur verið að bóka hagnað af gjaldeyrisinngrippum. Við höfum verið að kaupa gjaldeyri þegar verðið hefur verið lágt og selja þegar verðið hátt. Sem sjálfur sér ágætis business þannig lagað. En það sem náttúrulega skiptir mestu að við höfum allavega náð að tryggja það að krónan sé tiltölulega stöðug. Gunnar, hvernig ykkur í? Já, bara tvennt varðandi húsnæðismarkaðinn, bara til þess að útskýra Ásgeir, þú segir undanskilja fyrstu kaupendur, þar að segja við höfum ekki sett jafn þröng skilyrði varðandi fyrstu kaupendur. Þess að greiðslubyrðarhlutfallið 35% fyrir alla kaupendur en 40% fyrir fyrstu, veðsendingarhlutfallið 80-85, þannig að það bara til að útskýra það. Og líka varðandi hinn punktinn áhyggjur af þeim sem eru utan fasteignamarkaðarins, því að ég held að það sé sá hópur sem að verða af allri þessari eignamyndun sem það eiga sér stað núna og í neikvæði raunvöxtum að þá þetta tilfærsla eins og Ásgeir nefndi og þess vegna ástæða til þess að ágjöra þeim hópi og þetta eru oft ungt fólk, þetta eru oft láglauna fólk, þetta er fólk sem kemst ekki inn á markaðin einhver hluta vegna, þannig að það fólk að missa af þessu sem í gangi núna og það held ég miklu frekar ástæða til þess að ágjöra þeim hópi heldur en að hafa ágjöra af hópnum sem búinn að kaupa sér fasteign og hefur tekið lán á vöxtum sem voru náttúrulega alveg ótrúlega lágir í íslensku samhengi og í öllu samhengi að þó að vextir fari hækkandi og greiðslubyrðin aukist þar, en það hjálpar þar að þetta eru jafngreiðslulán og svo framvegis, þannig að þetta dreifist á lengri tíma en á móti kemur eignamyndun. Varðandi innvið bara bæta hér í síðan tiltölulega auðvelt að skipta hana lánaform til þess að bregðast þessu þannig að þetta að Gunnar kem hinn þetta orðið bara samkeppni og lánamarkað allt annað heldur en það var bara eins og hvað var að uppgreiðslugjald og lántökugjöld þau hafa minnkað verulega og líka bara það að fólk getur farið með til banka það ekki lengur það að það sé skilir og sér til viðskiptið banka til þess að þetta getur fengið fastnælán þetta orðið miklu virkari samkeppni og fólk getur skuldbreytt með miklu hægara hætti en var að segja Gunnar ekkert mál og síðan varðandi öryggið í greiðslumiðlun og verðbréfaviðskiptum að hvoru tveggja náttúrulega gríðarlega mikilvæg og við erum með kerfi þar sem eru bæði skilgreind sem kerfislega mikilvæg. Það annars vegar uppgjörskerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar og hins vegar millibankakerfi Seðlabanka Íslands. En það sem ég hef átt við þegar við erum að skoða og bera saman það nokkrir þættir. Það í fyrsta lagi að greiðslumiðlunin í rauninni blóðið í hagkerfinu rennur æðar greiðslumiðlunar. Það virknin á hverjum einasta degi. Við erum að kaupa og selja vörur, bæði sem einstaklingar, sem fyrirtæki
á hverjum einasta degi og hverju einustu mínútu hvers einasta dags. Þannig að þetta er stöðug viðskipti. Þegar að kemur að uppgjöru verðbréfa viðskipta að þá þau viðskipti vissulega á hverjum degi, en jafnvel þó að þau stoppuðu í 1 eða 2 daga, að þá væri skaðinn af því miklu minni heldur en ef að greiðslumiðlun, eða væri ekki að sinna neinni greiðslumiðlun í landinu í 1 eða 2 daga. Þannig, og við höfum séð bara dæmi það að bandaríski hlutabréfamarkaðurinn eftir 11. september 2001 lokaði í viku, og auðvitað var það hrikalegt áfall en það er samt ekki þannig að það sé einhver endamörk á þeim markaði, heldur opnaðan bara aftur mánudaginn þar á eftir og þá var búið að koma hlutunum í lag. Þannig að það er svona fyrsta prinsipin. Ef það hefði ekki verið hægt að sinna neinum greiðslum, þá hefði verið, því að það sem gerist þegar er ekki hægt að sinna greiðslumiðlun, að þá tekur á sig stað ákveðið svona panikástand og fólk hættir að treysta, því að þú getur ekki keypt matvæli, þú getur ekki keypt bensín, þú getur ekki keypt lyf og það grefur undan svo fljótt. Þannig áhættan er aðeins önnur, það er í fyrsta lagi. Í öðru lagi er Nasdaq verðbréfamiðstöð, starfar hún á innan Evrópska efnahagssvæðisins undir ákveðinni löggjöf sem á að tryggja öryggi verðbréfamiðstöðunar. Og þarna erum við náttúrulega komin inn á það hvort að við treystum því að hafa innviði í löndum Evrópska efnahagssvæðisins. Í tilfelli Nasdaq að þá vissulega eru þeir með höfuðstöðvar í Lettlandi og undir þeirra aðal eftirlitsaðili fjármálaeftirlits Lettlands, en hins vegar eru þeir með starfstöðvar og mikið af sínum innviðum eru í Svíþjóð og annar staðar. Og þannig við höfum bara metið það svo miðað við áhættuna og miðað við þær viðbragðsáætlanir og það varaleiðir sem til staðar eru þar, það eru afrit af öllum þessum eignum inn á verðbréfareikningum í íslenska bankakerfinu. Þegar þú ert með vörsluaðila á þínum verðbréfum, þá viðkomandi með afrit af þeim eignum inn í sínum bókum líka. Þannig að það tiltölulega auðvelt að koma staði að eignarhaldinu, þannig að eignarhaldi hverfur ekki, en vissulega við röskum. Þannig að, en þetta er alltaf mat á hverjum tíma. Við bara metum það svo nú að þetta áhættan sé ásættanleg með þeir núverandi aðstæður, en að áhættan af innlendi greiðslumiðlun, vissulega innlend greiðslumiðlun í mjög góðu horfi, bæði varðandi millibankakjörun og það eru varaleiðir, því að það er hægt að millifæra fyrir allar greiðslur. Það bara yrði frekar óþjált í matvöruverslun að vera að millifæra við kassan og bíða eftir því að það kemur staðfesting en það er margir að versla. Þannig að það er svo varaleið í greiðslumiðlunni. Samt það sem að veldur okkur áhyggjum þar að þar eru við með einkaaðila sem að eru tvö stór greiðslukorta fyrirtæki sem af einhverjum ástæðum, og það er bara að hugsa sér nokkrar. Það í fyrsta lagi það land sem að þau eru með höfuðstöður í myndu beita Íslandi viðskiptaþvingunum, sem nú kannski ekkert út úr kortinu að ímynda sér að það geti gerst á einhverjum tímapunkti. Það geti líka orðið rof á sambandi við útlönd einhverjum, hvort sem að það bílarir í sæstreng eða skemmdarverk. Þannig að það er þetta og svo eru náttúrulega bara netárásir á það kerfi, á þau fyrirtæki og svona eins, og þau starfa ekki á Íslandsmarkaði undir ykkur íslensku leyfi, þessi tilteknu fyrirtæki. Heldur eru við vissulega náttúrulega með færsluhirðana sem starfi þeirra umboði á þeirra leyfi, en samt þetta á teinum stóru fyrirtækjunum sem gætu slökkt á því þegar þau vilja. Þannig að það hefur verið svona meira áhættan út af því að það er svo mikill hluti greiðslumiðlunarinnar sem fer fram á greiðslukortum miðað við reiðufé 5-10%, millifærslur eru ekki stór hluti af svona þessi daglegu greiðslumiðlun og megnið á greiðslukortunum. Þannig að það er svona bara þetta áhættumat sem hefur verið að gera. Síðan varðandi innlendu óháðu smágreiðslulausnina, að þá eru við að skoða 2 hluti þar núna, og ég alveg viss það að annar þeirra í einhverju mynd verður að veruleika á
næstu missurum, tekur bara ákveðin tíma að innleiða það. Það annars vegar erum við að skoða það sem við höfum rætt áður, einhvers konar og þarna mun mögulega PSD2 löggjöf Evrópusambandsins hjálpa að því að hún er að opna að aðgengi þriðju aðila inn í innlánsreikninga til þess að geta sinnt greiðslumiðlun meðal annars, en við erum að skoða einhvers konar þunnt lag eða þinn layer ofan á millibankakerfin sem gæti þá tryggt það að það væri hægt að hafa, gæti verið í kassakerfi í matvöruverslun þar sem bara velur og það þarf að borga með millifærslu í staðin fyrir að velja kreditkort eða einhver aðra greiðslumiðlun, og þetta er geralegt, en við erum bara að skoða bæði lagalega ramman í kringum þetta út af PSD2 meðal annars. Við erum að skoða tækni hliðina. Hin leiðin sem við erum að skoða, sem er leiðin sem hefur verið farin í Danmörku og Noregi meðal annars, þá er gengið til samninga við greiðslukortafyrirtækin að vera með það sem þeir kalla co-branded lausn. Að þá eins og það var hér á landi að uppgjörið á debitkortunum, öllum viðskiptum debitkorta innanlands fer inn á innlenda teina. Og þetta hefur verið gert í Danmörku og Noregi og er líka í Rússlandi, þess vegna hefur greiðslumiðlun í Rússlandi haldið áfram þrátt fyrir að Visa og Mastercard hafi lokað á Rússland, af því að þeir eru með debitkortin sín á innlendum teinum, og þetta er hin leiðin sem við erum að skoða, og þetta er mjög raunhæf leið, og þetta er svo staða sem var hér áður en að fjármálakerfi okkar fór í þá átt að fara af innlendu teinunum og fara algjörlega yfir á erlendu teinuna, og það var kannski ákveðin skortur á stefnumótun bæði íslenska stjórnvalda og Seðlabankans á þeim tíma, en við erum þar núna og þannig að þá þarf mögulega að snúa af þeirri leið, en þetta eru þær tveir leiðir sem við erum að skoða og þessar leiðir ætti ekki að taka alltaf erfitt að segja hversu langan tíma, en við getum sagt svona 12 mánuðir er allavega raunhæft viðmið og svo er eitthvað pluss mínus. Takk fyrir það. Það var Jóhann Páll Jóhannsson, Björnsvel. Já, takk fyrir framsöguna og svörin, mjög fróðlegt. Já, ég er nú kannski á svipuðum slóðum og Björn Leví og Guðbrandur. Kemur fram í fjármálastöðugleikaheftinu að á síðustu 2 árum hafi íbúðalánasafn viðskiptabankana stækkað 40% að raunvirði og að hlutfall óverðtryggðra lána með breytilega vexti hafi aukist töluvert og þetta hlutfall fyrstu kaupenda. Ég var að lesa svo ágætt viðtal við hana Sigríði Benediktsdóttur sem var nú einmitt framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabankanum, og hún bendir á að þegar fólk fór í gegnum greiðslumat í fyrra á 2020 þá var það gert með tilliti til vaxtastigs sem var í rauninni afbrigðilega lágt svona kannski í íslensku samhengi. Fólk hafði þá kannski óraunhæfar væntingar um að þetta lága vaxtastig væri bara komin til að vera, og hún í rauninni gagnrýnir að það hafi verið farið bara of geyst í þessar lánveitingar og í það að liðka fyrir þessum lánveitingum, og nú sit ég kannski ekki síst tekjulægra fólkið og unga fólkið í súpunni. Þetta er fróðlegt að heyra eins svona ykkar afstöðu til þessara ummæla. Annað þessu tengt, nú hefur menningar- og viðskiptaráðherra talað að fjármálastofnanir þurfa að sýna samfélagslega ábyrgð þegar vaxtastigið farið að hækka og að bankarnir verða að styðja við heimili og fyrirtæki sem komu illa út úr faraldrinum. Mig langaði aðeins að spyrja ykkur hvað ykkur finnist þessi sjónarmið svona með tilliti til fjármálastöðugleika. Er raunhæft að gera svona, hvað skal segja, svona félagslegar kröfur til fjármálafyrirtækja á samkeppnismarkaði? Er eðlilegra að beita tilfærslu kerfunum og skattkerfinu og svo framvegis til að ná svona markmiðum? Já, þakka fyrir. Ég hvað varar fyrstu spurninguna, það var rétt að bankarnir fóru að lána til íbúðakaupa, og það sem við höfum séð er einhver liti nýtt fasteignalánakerfi birtast sem þá byggt á breytilegum nafnvöxtum miklu leyti, þó að sé hægt að festa vexti, og ég tel að þetta sé miklu hollara kerfi á mörgu leyti heldur en verðtrygging. Ég tel að þetta sé eitt svo mikilvægasti áfangi ef við
sem við náðum ekki um COVID var að fara í nýtt fastlánakerfi og fara út úr verðtryggingum. Og það þýðir líka að Seðlabankinn að hafa náttúrulega miklu meira áhrif með vaxtahækkunum heldur en var áður. Og við getum borið þetta saman við ástandið eins og var fyrir hrun, þar sem að öll heimilin voru með verðtryggð lán, föstu vöxtum til 40 ára og öll fyrirtækin voru með erlend lán. Hvað hafa lítið svigrúm fyrir Seðlabankann að hafa áhrif. Og þannig að það mjög mikilvægt að við reynum að halda utan um þetta kerfi. Vonandi felur það í för með sér að við þurfum að hækka vexti miklu minna. Við sem komin í og við sem að nota stýrivexti með öðrum hætti, stýrivexti voru notaðir hérna áður til þess að vera ekki engi krónar með því búið til vaxtamenn í útlönd. Núna eigum við gjaldeyrisforða. Við erum með 900 milljarða sem standa baki krónum sem dæmi. Og við erum einnig komið með önnur tæki til þess að rauninni reyna að tryggja jafnvægi og eins og við höfum nefnt greiðslubyrðarhlutfall og svo framvið sem við erum að vona að tryggja jafnvægi á þessu markaði ég hefði gjarnan viljað sjá og það var svona það sem ég sá fyrir mér í framhaldi af því að þetta kerfi með breytilegum vöxtum birtist að við værum að myndum ná því að fá lengri vexti að heimilin hefði aðgang að eins og önnur heimili með húsnæðislán með lengri vöxtum. Og það náttúrulega gerist ekki nema bankarnir fá það fjármögnun sem þá til lengri tíma og aðeins lífeyrissjóðirnir geta veitt hana. En ég álíta það hins vegar að þeir sem komin á fasteignamarkaðinn, sérstaklega árun 2020 og 2021 að þeir sé í mjög góðri stöðun sem þeir komin á markaðinn, þar sem fasteignaverð var mjög lægra, fengu mjög hagstæð lán og hafi ykkur tekjulágur komið inn þar. Þá bara segi ég gott fyrir þá. Þeir eru búin að koma mjög vel út úr þessu. Og þeir heppnast mjög vel, mörgu leyti. Og þeir hafa verið þá að byggja upp eignastöðu sem bæði hefur komið með hækkun fasteignaverðs og líka neikvæðum raunvöxtum. Og þannig að og Íslandi með þá stöðu sem við erum í núna, við erum bara að vinna einhverju áfram. Við erum múin að komast út úr verðtryggingunni sem þá þessi breytilegu nafnvextir og þá þýðir ekki að segja af hverju borðar líðurinn ekki kökur. Það er að segja þetta eru þau lán sem eru í boði ef skiljið hvað við. Og eins og Gunnar sagði líka, ég held að aðaláhugjefni séu þeir sem hafa ekki komið inn á fasteignamarkaðinn. Ég held við getum alveg vel séð húsnæðisskorti í Reykjavík og hækkandi leiguverð þannig að það bara vantar íbúðir, fólki vantar húsaskjól og þannig að við höfum eftir að sjá til en auðvitað þurfum við þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þegar við beitum vöxtunum og þess vegna skiptir fjármálastöðugleiki mjög miklu máli og líka það sem við lærðum sem þjóð af því sem var að gerast árun fyrir hrun að peningastefnu verður að taka með að fjármálastöðugleika. Og við líka náttúrulega verðum þá að einhverju leyti að aðalega okkar tækja beitingu að því líka. Og náttúrulega Ísland er lítið kerfi, það er alveg að koma því úr jafnvægi. Ýmsir aðalega geta komið jafnvægi, vinnumarkaðurinn geta komið úr jafnvægi, til dæmis eins og máttsíðaður, ríkissjóður líka. Og svo framvegis, þannig að það skiptir mjög miklu máli og þannig að það er samt ákveðin ábati hvað við erum lítil þjóð og við ættum að geta unnið saman. Og við ættum að vonandi geta unnið saman með þeim hætti að í kjarasamningum næsta haust að við náum einhverju þjóðarsátt framhaldið þannig að við þurfum ekki að stíga hart inn. Af því að það er þannig að það sem við erum að sjá núna í kjölfar Úkraínudeilunnar, stríðsins, ekki deili stríð, ég ætla ekki að vera að taka undir orð hvað sé að Rússlandsforstöðum þessi ekki til. Það sem COVID sýndi okkur er það hvað alþjóðavæðingin skiptir miklu máli. Það er að segja að framleiðslukeðjurnar opnuðu sem búið að byggja upp og hækkaði verð. Úkraínustýrur gera það líka. Og við erum að sjá núna versnandi lífskjör vegna þess að við erum að sjá verðhækkanir á erlendum mörkuðum
og þær verðum við að taka á okkur hér á Íslandi því við erum lítið opið kerfi því miður og stýrivextir núna eru 2,75 sem teljast vera tiltölulega lágir í ljósi stöðunar og lágur líka í sögulegu samhengi. Við erum að veita hagkerfinu töluverðan hvata með þessu vaxtastigi og við höfum náð gríðarlegum árangri í því að það er ekki varanlegur skaði á vinnumarkaði á kóinu, fólkið komið tilbaka í störf, það er atvinnusköpun og það sem skiptir heimilin aðalmáli er tekjur og atvinna náttúrulega. Hvað var að bankana sýnir samfélagslega ábyrgð? Já, ég er alveg sammála því að þeir geri það og líka í ljósi þess að þeir ríkið steg inn í og veitti þeim ríkisábyrgðir fyrir þá hluta á lánasöfnunum sem að voru í mestri hættu sem eru lán til ferðaþjónustu sem Alþingi gerði öllu heldur. Þannig að ég geri þá væntingar til bankana að þeir haldi utan sína viðstöðunni og bregðist við til að tryggja það að fólk lendi ekki í vandræðum. Og ég er ekki að segja það að þeir ekki hækka vexti en að þeir bregðist við því sem og ég held að þeir muni gera það. Þannig ég tek alveg undir það að þeir hljóta þurfa að sýna samfélagslega ábyrgð. Enda það er miklu betri business fyrir þá þeirra til lengri tíma lítið. En við gerum þá væntingar til þeirra. Að þið standið sig í þessu öfni. Það er alveg klárt. Var spurning nr. 3 líka. Ok, ég skrifa nr. 3. Gunnar, þú bara bæta nokkrum punktum við fyrsta lagi varðandi það sem hún bendir á með óraunhæfar væntingar og grein Sigríðar Benediktsdóttur sem var ágætt grein og ágætt viðtal en það sem við horfum á ef við horfum á heildarmyndina og Seðlabankinn er ekki í sértækum aðgerðum. Við erum að horfa á hvað gerum við fyrir hagkerfi heild og hvernig höldum við, ef við horfum á fjármálastöðugleika, fjármálakerfinu innan ákveðina vegriða. Og þannig að það er erfitt fyrir okkur að vera að, eins og þau fórum í aðgerðirnar í upphafi COVID og síðan aðgerðir síðan þá, að vera að horfa á einstaka hópa, heldur við horfum svolítið á meðaltöl. En það er bara því að þannig eru okkar tæki, þau verða að horfa á meðaltölin, það er í fyrsta lagi. Ef við horfum síðan á tölunar, þá er að blaðsíðu 7 í skýrslunni sem við fengur, þá er verið að tala vanskila hlutföllin hjá heimilum og fyrirtækjum og þau hafa aldrei verið lægri heldur en akkurat núna og þetta er í lok árs 2021 og þá er búið að fara í gegnum þessi 2 ár þar sem er búið að vera að hækka vextina og auðvitað má segja að vextir muni mögulega hækka áfram og þannig að það muni býta meira og það muni, en þá erum við allavega bara að fara upp í þá stöðu sem við vorum fyrir COVID. Við stöndum heimili standa betur núna meðal annars vegna þess að við sem þjóð höfum ákveðið að bæði að taka láni og að beita ríkissjóði til þess að styðja við heimilin í landinu og það hefur virkað á þessum tíma. Framtíðina er hins vegar erfiðara að sjá fyrir en miðað við þau gögn sem við höfum núna að þá er allavega ekki ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur af, eins og ég sagði áðan, þeim sem eru búnir að kaupa sér fasteign. Því að þar er eignamyndun að eiga sér stað, þar hafa bankarnir svigrúm til þess að koma á móts við því að það er allt annað fyrir banka, bæði út af eiginfjárkröfum en líka út frá viðskiptalegum sjónarmiðum að semja við heimili eða fjölskyldur sem að lenda í því að annarkvort að tekjur lækka eða missa vinnu eða að það er einhver atburður sem á sér stað geta ekki greitt lengur af húsnæðislánunum. Þegar veðsetningarhlutfallið er 70% eða 65% heldur en þegar veðsetningarhlutfallið er 100, 110, 120 þegar við munum eftir því eftir síðasta hrun þegar það var 110% leið þá varum við að lækka veðsetningur niður í 110%. Þannig að það er bara allt önnur staða fyrir bankana og þess vegna held ég það er algjörlega punktar, valið punktar sem að Sigríður er að benda á í sinni grein eða sínu viðtali en það er samt þannig að staðan eins og hún blasir við okkur er bara býsna góð fyrir heimilin á Íslandi
En auðvitað þurfum við að borga ríkisskuldirnar, svo má velta fyrir sig hversu mikið laun munu hækka á næstu misserum út af því að við þurfum að borga niður ríkisskuldir og svo framvegis. Þannig að þetta er flókið fram á við sem við verðum bara að hafa augun á boltanum. Og varðandi samfélagsábyrgðina, algjörlega sammála Ásgeiri því, ég held að við öll að sýna samfélagslegar ábyrgð, bæði við sem einstaklingar og öll fyrirtækin í landinu. Ég held að það sé bara frumskilyrði og eins og Ásgeir nefndi að það ekki bara út af því að það gott og eðlilegt að gera það, heldur það líka góð viðskipti að sýna samfélagslega ábyrgð. En það hins vegar þýðir ekki það að bankarnir eigi að fara að verðleggja sína þjónustu, þar að segja vextina á rangan hátt með það áhættu sem undirliggjandi. Þeir verða að horfa til síns hlutverks sem bankar. En hins vegar hafa þeir svigrúm til þess að koma á móts við sína viðskiptavinni og meta hverju eina stöðu og það bara eðlilegt að bankar geri það. Því að á endanum það svo að það ekki bönkunum í hag að taka yfir fasteignir til þess að fara að selja fasteignir. Bankar eru ekki neitt sérstaklega góður í því að eiga og selja fasteignir. Þannig ég held að þeir vilji forðast það í lengstu lög. Þannig ég held að það sé mikilvægt að hafa í huga. Svo að lokum og þetta held ég að bankar þurfum líka að hafa í huga og við öll það að bankar, það var skrifuð greinanda hér á síðasta ári að bankar væri eins og frystihús og bankar eru alls ekki eins og frystihús. Því að bankar starfa á markaði sem mjög njörfaðir niður í regluumhverfi, það mjög mikið öryggi sem sett í kringum bankastarfsemi sem ekki í kringum aðra fyrirtækjastarfsemi og á ekki að vera í kringum aðra fyrirtækjastarfsemi. Og bankar hafa þau forréttindi að geta prentað peninga í umboði Seðlabankans og þegar þú hefur þau forréttindi að geta prentað peninga í hagkerfinu þá þarftu að sýna þá ábyrgð sem því fylgir. Og líka þessi bara að bæta niður varandi verðtryggingu, munur náttúrulega núna það að með breytilum vöxtum þá við heimilin að staðgreiða verðbólgu nokkurn veginn þó sé eitthvað lítið fært aftur á höfuðstólum með jafnvægislinni, en það var alltaf þessi hætta varandi verðtrygginguna það sem að verðbólgan færist á höfuðstólinn og það var þessi neikvæða eignamyndun það sem í rauninni sem var mjög hættuleg og við sáum eins og sem eftirköst 2008 að fólk lendi með neikvætt eigi fyrir sínu fasteignum og þannig að já, ég held að það skiptir mjög miklu máli að við séum komin í nýtt lánakerfi. Takk fyrir það, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Takk fyrir þetta. Mér langar nú aðeins að koma inn á þetta með verðtrygginguna. Ég skildi þið rétt held ég að vextinni þurfa í rauninni að vera hærri og held út af verðtryggingunni af því að þetta stýritæki ykkar virkar ekki sem skildi út af henni og jafnvel þó að það sé komið niður í 50% heimila núna sem eru með verðtryggð lán að þá engu að síður þá hætta þessi áhrif ekkert fyrir í rauninni, hún bara afnumin með öllu. Þannig að ég ætla nú bara svona að koma inn á það því að ég held reyndar að það, fyrir seðlabankastjóri alveg absolutt virtist aldrei hafa skilning á þessu. Eða allavega sagði það aldrei, þú sagðir þetta, þannig að þú hefur sagt þetta oft, þannig að ég mjög ánægð með það. Síðan hvað varðar samfélagsábyrgð bankana, ég ætla bara að segja það að þeir geta í rauninni haga sér eins og þeir vilja, þrátt fyrir allt regluverk. Það í rauninni enginn sem fylgir eftir þessu regluverki þegar fólk lendir í klónum á þeim. Ég tel mjög hæpið að leggja þetta algjörlega í þeirra hendur vegna þess að reyna þeir njóta ekki trausts í þessum efnum. Svo ekki sé meira sagt. En annars langaði mig að ræða greiðslubyrðarhlutfallið sem að hér verið aðeins fyrir nefnt. Eins og kemur fram í skýrslu fjármálastöðugleikanefndar voru settar reglur hámark greiðslubyrðar fasteignalána í hlutfalli við tekjur neytenda sem tóku gildi 1. desember síðastliðinn. Nú hef ég orðið áskynja þá óvæntu og óæskilegu hliðarverkun af þessum reglum að þó neytandi standist greiðslumat fyrir óverðtryggðu láni en greiðslubyrðin yfir þeim mörkum sem reglurnar setja, þá honum í staði boðið verðtryggt lán.
Og þetta stafar að því að eingöngu litið á greiðslubyrðin á fyrsta gjalddaga sem vissulega lægri á verðtryggðu láni en hún fer svo hækkandi og verður hærri en á óverðtryggðu láni innan fárra ára. Og fyrir skömmu síðan þá tók þetta ekki nema 2 ár fyrir greiðslubyrði verðtryggðra lána að ná greiðslubyrði óverðtryggða lánsins. Og eftir það fer greiðslubyrði verðtryggða lánsins síhækkandi þessum eftir lánstíma svo verður mun hærri en af óverðtryggða láninu. Svo neytandinn endar með því að þurfa að greiða miklu meira þegar upp staðið. Og þetta í raun blekkingarleikur og í andstöðu við viðmiðunarreglur Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar greiðslumat. Og ég vil því spyrja, áttu reglurnar að hafa það markmið að stuðla að auknu vægi verðtryggingar með því að skerða valfrelsi neytanda? Og númer 2, hvernig samræmist það markmiðum fjármálastöðuleika og þjóðhagsvarúð að beina eignalitlu lágtekjufólki í verðtryggð lán í nú 6,7% verðbólgu? Og númer 3, kemur til greina að lagfæra þessar reglur til að koma í veg fyrir svona hrakval neytenda á verðtryggðum lánum sem óæskilega hliðarverkum. Og ég vil líka bara bæta því við að þessar reglur skipta litlu máli fyrir fjárfesta sem nú sjá húsnæði sem vanlegan kost en geta munað öllu, ekki síst á þessum erfiðamarkaði fyrir venjulegt fólk sem að kaupa sér húsnæði af nauðsyn eða jafnvel að reyna að koma sér á leigumarkaði þar sem leigar oft 50% eða hærra hlutfall af tekjum. Það er ekki þannig að spurningum 2. Hvernig samræmist það markmið með fjármálastöðuleika og þjóðhagsvarúð að beina eignalitlu lágtekjufólki verðtryggð lán í nú 6,7% verðbólgu? Sko, þakka þér fyrir. Ég, manni hafi verið bannað, þetta sem mjög kent fyrir háskólanum, maður myndi aldrei vitna í þarna sjálfan sig, en ég er sem að brjóta það að ég hef allavega skrifað 2 skýrslur þar sem farið yfir því hvernig verðtrygging hefur hamlað miðlun peningastefnunar. Og ég held að það sé alveg og líka þá hvata til skuldsetninga sem verðtrygging gaf einhver leyti og það er einmitt þessi, þú nefnir þessi uppáskjaldæði sem er svo lágur sem að þarna getur verið með villandi og og ég er alveg sammálaður sko. Hvað var það samfélagslega en með sko, við fylgjumst mjög vel bönkunum og það er sem sameining Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins gera verkum og núna erum við með í rauninni þarna yfir og allt kring sem við vitnum nú í með því og getum fylgst mjög vel með þeim og við höfum verið að efla mjög mikið upplýsingaöflun frá þeim. Við getum fylgst með hvað er að gerast og eins og Gunnar sagði að við viljum ekki koma í veg fyrir að þeir misprýsi lánin sín en að þeir sýni sveigjanleika nokkurn veginn og það er rauninni inni ég geti líka nefnt líka að í varðandi greiðsluhlutfalli þá hafa það sveigjanleika til þess að bregðast við þau telja einhver lágtekendur það séu sérstakar ástæða fyrir að verkum þannig að þetta ekki eigu þá. Til að svara spurningunni eins og þá var það alls ekki markmið þessar reglna að ýta fólki út í verðtryggð lán og við höfðum áhyggjur af því og það var við reyndum að koma vegfæra með því að skilgreina að festan tímalengd það er að segja að 40 ára verðtryggð lán eru metin sem 30 ára verðtryggð lán samkvæmt okkar reglum og það var ekki markmið þessar reglna en ýta fólki út í verðtryggð lán og ég hefði alveg áhyggjur af því eins og það að lífeyrissjóðirnir myndu koma aftur inn á markaðinn með verðtryggð lán þegar við værum í rauninni að reyna að hafa heimilán. Því að sko bankarnir eru fjármagnaðir og það eru fjármagnaðir í lánum en þeir hafa ákveðna yfirbyrði því að fjármagna lánum breytilegum vöxtum það fellur saman við fjármagnaðum. Lífeyrissjóðirnir hafa haft yfirbyrði því að fjármagna verðtryggð lán því þeir eru með verðtryggða skuldarið. Þannig að þessi 40 ára verðtryggð lán hafa eins og verið sniðin fyrir lífeyrissjóðina og það er engin launningu því að ég hefði helst viljað það að lífeyrissjóðirnir væri ekki með beinum hætti þátttakendur lánamarkaðnum eins og þau eru núna. Þannig að það kemur alveg vel til greina ef þetta er að hafa þau áhrif, það kemur alveg vel til greina að skoða reglurnar. Ok, vegna þess að það sem að ég til dæmis var þessa áskynja, þá var greiðslumatið langt yfir sem sagt þessu hlutfalli. En það var ekki séns.
bankinn sagði bara að þetta regla. Þannig að ég, eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvað segjanleiki þeirra en þeir eru allavega ekki að sýna. Og þetta var svona bara svolítið, þarna var verðbólgan 6,2% og fólk sagði bara, þú veist, það er ekki gott að vera í verðtryggðu láni í 6,2% verðbólgu. Og alls ekki 6,7. Og það er rétt. Ég samanlega því við, hvernig hefur þú? Ég bara bæta aðeins við, bara taka undir þess að hún sagðir og ég held við skoðum það varðandi reglunar því að við gerðum það sem við töldum vera að gera til þess að vera ekki hvetja til þess að fara yfir í verðtryggð lán og svo má líka nefna það að ef þú skoðar ársreikninga bankana og skoðar útgáfur þeirra á sértryggðu skuldabréfum sem fjármögnun þeirra á verðtryggðum lánum þegar þau eru gefin út verðtryggð og yfir kaupa sértryggðu skuldabréfin að þá ábati bankans miklu meiri af því að lána óverðtryggð heldur en að lána verðtryggð. Þannig að hvati bankans til þess að stýra þér í áttina að óverðtryggðu frekar heldur en verðtryggðu ef þeir eru að hugsa arðsemi bankastofnunarinnar. Þannig ég held að við þurfum bara, ég get ekki kommenterað á einstök tilvik því að það sem að gerist þegar þú ert að reyna að samræma verðtryggt og óverðtryggt að þú ert með ákveðið ólínulegt ferli út af því að lánin reiknast ekki eins út og þá verða einhver lán eins og Ásgeir nefndi við settum þrengri skilyrði á verðtryggðu lánin heldur en óverðtryggðu 30 versus 40 og þá verða einhver lán sem falla á milli þar sem að þú ert ekki að ná upp í þá greiðslu eða þú ert fyrir ofan þá greiðslubyrði sem að þú átt að hafa samkvæmt reglum með greiðslubyrðarhlutfall í óverðtryggðum en gætir náð með fyrsta gjalddaga undir verðtryggð. Þannig við þurfum bara að skoða það en þarna náttúrulega það alltaf einhver en að því sögðu, bankarnir hafa 5% svigrúm að hverjum ársfjórðungi til þess að meta hvert og eitt tilvik þannig að það sé hægt að fara upp fyrir 35 eða 40% greiðslubyrði. Þeir þurfa að meðaltali að mæta þessu greiðslubyrðarhlutfalli. Þannig að þetta við bara skoðum reglurnar í framhaldinu en auðvitað þær tóku gildi 1. desember þannig að það ekki komið mikið af gögnum, ekki mikið af lánum sem að hægt að skoða og bera saman en það eitthvað sem við erum með í ferli innan Seðlabankans að skoða bæði fylgni bankastofnanna við reglurnar og hvernig framkvæmdin Þannig að það bara hluti af eðlilegu eftirliti með fjármálastofnunum. Og ég bara bæti við að þessar reglur náttúrulega það er ekki miklaðir í stein við munum auðvitað fara yfir þær í ljósi reynslunar og mögulega herða þær líka ef það en ég bara bæti við varandi verðtrygginguna að hún einhverju leyti gerði hún bjó til svona ákveð sinnuleysi gagnvart verðbólgu af því að fólk fann ekki fyrir verðbólgunni stýrivextir voru jafnvel teknir mjög hátt án þess að fólk gerði sér grein fyrir því og núna og það er ákveðið verkefni fyrir okkur að peningastefnan hefur meiri áhrif sem gera hann einhverju leyti vant með farnari líka að eiga við og það er líka ástæðan fyrir því af hverju ég með kjarasamninga næsta haust á heilan og að því að þetta einhvern veginn að spila svo miklu meira saman það sem við erum að gera núna og vinnumarkaðurinn og hagur heimilanna þetta er svo miklu eins og þetta gat verið það voru bara heimilin verðtryggð Seðlabankinn hækkaði vexti heimilin finnst ekki fyrir því verðbólgan bara færðist 40 ár fram í tímann og það var svona ákveðið svona kerfuleysi gátt þessu núna þá erum við bara öll nokkurn veginn í sama bát þannig að Seðlabankinn vinnumarkaðurinn og ríkissjóður og ef einn aðili þarna ruggar bátnum þá endar ekki vel það skilji hvað við þannig að Já. Takk fyrir. Björn Leví, gjörðu svo vel. Já, takk. Einmitt á nákvæmlega þeim nótum að þá erum við að skoða nýbirta fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem að fjallar ábyrga hagstjórn en hún lýsir sér eiginlega í því að spá til dæmis vísitölu neysluverðs fellur bara niður í langtímaleipi. Mér finnst það alltaf undarlegt í svona samhengi þeirra svona áhættu atriða sem svona búið að vera að fjalla hérna og benda á varðandi bæði erlendra áhættu atriða og líka innlendra því að þó að þið séu að horfa á
stóru tölunar og meðaltölin, þá eru áhættuþættirnir tvímælalaust hjá ákveðnum hópum sem að geta smitað síðan út frá sér eða í til dæmis þróun á olíuverði sem spáð lækki þó nokkuð mikið á næsta ári og verði útflutts áls lækki líka á næsta ári og svo framvegis. Þannig að maður veltir því fyrir sér hvar þessi ábyrga hagstjórn sjáist. Því að ef að spárnar eru bara að fara í áttina að langtíma leikni eftir 2 ár, maður sér alltaf þessa tölu, sama hvernig árferðið ef að áhættuþættirnir eru þarna inn í, hvað verið að gera til þess að tryggja að það fari niður í langtíma leikni? Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að 2017, 18 eða eitthvað svoleiðis þegar var engin sérstök svona áhætta fyrir séð, þá var samt þessar tölur að fara niður í sömu langtímaleikni 2,5% og með bara verðbólgu viðmiðin og hagvaxtar viðmiðin. En nú erum við með sömu tölur en áhættu vegna stríðis og ýmislega svoleiðis og það bara sagt ábyrg hagstjórn en nákvæmlega hvað? Það það sem ég skil ekki. Því að það sést ekkert voðalega greinilega heldur í fjármálaáætluninni né heldur kynningu ykkar á þessu. Síðan það annað náttúrulega sem að hefur þar áhrif innanlands viðbótar áhættuþáttur að það til dæmis varðandi öldrun þjóðar. Það augljós auka kostnaður á næstu árum og fer vaxandi og ætti að vera að hafa þó nokkur áhrif svona á seinni hlutarinni þessarar fjármálaáætlunar en maður sér það ekki. Það mjög skrítið. Síðasta spurningi sem ég vildi þá nefna inn var að þú nefndir Ásgeir skortur og íbúðum í Reykjavík sérstaklega. Þú nefndir sérstaklega Reykjavík sem mér varst áhugavert því að á undanfarnum örfáum árum og núna verið að byggja flestar íbúðir í Reykjavík. Það eru fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Það verið búið að byggja einna flesta fjölbýlishúsum í Reykjavík og önnur sveitarfélög einbeitt sér að sérbýli sem kannski ekki alveg eins hagkvæm notkun á fjármagni til þess að fjölga íbúðum. Þannig að ef við eigum að vinna saman í því að leysa þennan vanda þá sést það heldur ekki í til dæmis fjármálaáætluninni. Það engin viðbót í fjárfestingar vegna íbúða í fjármálaáætluninni og þá miðað við þann vanda hann ekki bara farin að halda áfram eins og sem sagt hann hefur gert núna á undanfarnum árum. Það virðist ekki verið nein lausn á skortinum og hvaða áhrif það að fara að hafa á fjármálastöðugleika? Takk. Ég þakka fyrir. Ég vissu hluta á þessari spurningu á í rauninni við peningastefnuna en ekki því að fjármálastöðugleikanefnd sem beri sjálfur sér ekki ábyrgð og annað verðbólgunni niður. Aðeins að reyna að bregðast við áhrifum hennar. En ég alveg sammála við því að náttúrulega ríkið mætti draga reyna að koma jafnvægi á fjármál ríkissjóðs sem allra fyrst. Vísu ríkissjóður að hagnast á verðbólgu með margvíslegum hætti. Það kannski ekki góð leið til þess að hagnast fyrir ríkissjóð en það myndi náttúrulega auðvelt okkar starf við ríkissjóð myndi draga sig rauninni að reyna að brúa hallan og svo framvegis og það myndi hjálpa verulega. Ábyrg hagstjórn, þetta eitthvað lítið peningastefnan við ég veit ekki hvort ábyrg hagstjórn að eitthvað leyti reyna að ná markmiðum lága verðbólgu en samt þannig að við séum ekki að þó verðbólga sé núna nálgast 7% þá stýrivextir ennþá 2,75. Mögulega verður að gagnrýna okkur að ekki tekið stýrivextin bara miklu hærra strax. Það hefði haft verulega neikvæð áhrif, við hljótum að meta það einhverju leyti og reyna sína ábyrgð í því. Og einnig erum við líka náttúrulega að vona það að ákveðin fjármálastöðugleikatæki muni vinna verki fyrir okkur í því lítið til. Ég vil bara segja það að ég kemur á landi, þá tala ég Reykjavík að þá það bara allt svæði hér nokkurn veginn. Þessi húsaþyrping hér við Faxaflóann sem eins og kalla stór Reykjavíkursvæði eins og hætt.
ég átti ekkert endilega bara við eitt sveitarfélag, ég átti við öll. Og ég er alveg sammálegur að það þarf miklu meiri skipulag og ég álíti að það sé alveg rök fyrir samvinningu sveitarfélaga hér á Suðausturhorninu. Eða allavega að það er miklu meiri samvinnu í skipulagsmálum. Þannig að það er klárlega hefur ekki heppnast nægilega vel að í rauninni að reyna að stíla framboð fasteignamarkaði við demografíu. Sáum til dæmis alltaf mikið framboð árið 2008 og ég held að við getum náð miklum árangur í því að sem þjóð að reyna að skipuleggja það, þó að það kannski erfitt að sjá fyrir demografíun en þannig sveitarfélögin skipuleggja sér saman. Þetta er núna orðið í rauninni að vandamáli allra sveitarfélagana sem eru hér og ekki bara það, líka annar staðar. Og við erum svolítið að reyna að koma við sín í veg fyrir það að við séum að sjá þó að sé hækkun fasteignaverðs að það leiði til lánabólu eða spákaupmennsku eða fjárhagslegrar áhættu. Það er það sem við reynum að gera. Þá er erfitt að stoppa ef það skortur á okkur vöru eins og húsnæði, að stoppa verðhækkunina. Það er svona og mikið fært í fang fyrir okkur. Ég líka bara það að það er ákveðin hætt á því, byrjum bara heimilin skali sér niður. Ef það er ekki lengur að kaupa ráðhús og þá kaupið blokka íbúð, það kaupa 120 fermetrar íbúð, það farið niður í 100 fermetrar íbúð og þannig einhvern veginn halda áfram að kaupa. Þannig þetta er svona en bara svo ég bara klári hér, ég bara því að Seðlabankinn náttúrulega vinnur í umboði Alþingis, þannig að bara það er mjög gott fyrir ykkur að heyra hvað það, eitthvað skoðanir í því hvað við eigum að gera eða það ábyrgð sem við eigum að sýna. Hvort við eigum að bregðast miklu hraðar við þessari verðbólgu heldur en við höfum búin að vera að gera. Allavega, Gunnar, þú bætir við? Mér bara tvennt. Það fyrsta lagi, þegar verið að spá framtíðina, að þá er náttúrulega margir óvissuþættir og það er oft erfitt að spá þegar kemur að verðbólgunni og að fara í verðbólgumarkmið við lok ákveðins tímabils. Að þá trúum við því líka í Seðlabankanum eins og kemur fram í yfirlýsingu peningastefnunefndar að við munum fara niður í markmið og við munum beita þeim tækjum sem við höfum til þess að komast niður í markmið því að það er bara mikilvægt málefni fyrir íslenska hagkerfið. Já, og skiptir miklu máli fyrir heimilin. Við erum að vinna í þáum heimilina með hvað var þessi verðbólgu og það er erfitt að þegar við fáum svona eins og þessi miklu framboðsvandræði erlendis bæði út af sóttvarnaaðgerðum og þvingunaraðgerðum. Það er erfitt annað heldur en að taka á móti þeim hér. Kristín Hermannsdóttir. Takk fyrir kynninguna og góð svör. Ég er líka eins og margir að hugsa húsnæðin hérna. Nú hefur fólk verið að kaupa húsnæði þegar stýrivextirnir voru mjög lágir og þá kannski skuldsett sig of mikið þegar stýrivextirnir voru lágir og þá spurning við hvort það er áhyggjur að fólk ráða ekki lengur við lánin sín núna þegar stýrivextirnir eru að hækka og þau voru þá kannski ekki með fasta vextina og gerir ráð fyrir að vanskil íbúðalána mun aukast með hækkandi stýrivexti. Já, það er að segja, þetta er áhættuþáttur sem við höfum tölur sjálfsögur áhyggjur af og það skiptir mjög máli hvernig við ætlum að vinna framhaldið af því að það liggur fyrir að núna eru komið með breytilega nafnbæsti þannig að stýrivextahækkanir okkar hafa miklu meira áhrif. Fólk er að finna fyrir þeim hvað við gerum og innan samanskapi eftir því sem vextirnir hækka þá skapast hætta og þannig að fólk get ekki staðið í skilum og það er svona þið sjáu það það skiptir mjög miklu máli að það var þannig að lögum Seðlabanka Íslands fyrir hrun nefndu ekki fjármálastöðugleika og fjármálastöðugleiki er eitthvað liti nýtt dæmi að það sé sérstök nefnd sem að fjallar fjármálastöðugleika, sérstök nefnd peningastefnuna og það er til þess að tryggja það að það sé ekki sömu augu. Ég þó að Gunnar sem sýnir í báðum nefndur reyndar það sem augu Það er ytri nefndamenn. Það er ytri nefndamenn og þetta eru tvær nefndir og þær eru mismunandi fókus og önnur nefndin á að hugsa
fjármálastöðugleika og hinum peningastefnuna. Þannig að fjármálastöðugleikanefnd á þá að birta aðvaranir til peningastefnunar. En svo staða getur alveg komið upp að það nefndi sig ekki sammála. Svo Bretar hafa sett þá reglunni lög að ef þessar nefndir eru ekki sammála þá ráði fjármálastöðugleiki. Fjármálastöðugleiki trompi alltaf verðstöðugleika. Það sé svo hættulegt ef við séum að fara að missa hlutina úr höndunum á okkur. Og það til dæmis var hérna á árunum fyrir hrun, svo ég tala alltaf það, þó kannski fyrir ungt fólk eða kannski svona dálítið gömul saga að það voru mjög alvarlegir ábúðar uppi í fjármálastöðugleika. Þegar Seðlabanki voru að hækka vexti þá, og það var gríðarleg viðskiptahöll, bara sem dæmi, og mikil skuldasöfnun heimilum. Þannig við erum að vona það að við náum að vinna með þessa áhættuþætti, við náum að beita peningasöfnunni án þess að skapa áhættu í fjármálastöðugleika. Og það ég vil líka bara benda á eitt atriði í samhengi að fjármálastöðugleikanefnd sem við erum hér að koma fram fyrir, hún hefur ákveðin tæki, hún hefur líka umbúið þess að benda á vandamál og heimta úrbætur eða aðgerðir hjá ýmsum aðilum í kerfinu. Það er að segja að nefndin hefur samkvæmt lögum umbúið þess að heimta, fara fram á aðgerðir, það ekki hvernig þú voru að beina tilmælum. Þannig að beina tilmælum til aðila í kerfinu og að gera eitthvað. Eða bregðast við, hvort sem það svo stjórnsýslan, megum við beina tilmælum til þannig Alþingis eða Ég held að sé til stjórnvalda. Til stjórnvalda, ok. Og stjórnvalda og mögulega stjórnsýslustofnana og það er þá mjög mikilvægt að nefndi gera það. Þannig hún á að vera eitthvað lítið varðhundur. Við megum alveg tala það ekki, þannig varðhundur ekki líka þessi. Ég meina okkur borgað til þess að hafa áhyggjur og það er það sem við erum að gera með okkar aðgerðum, að reyna að bregðast við þeim áhyggjum sem við höfum. Og varðandi vanskilin að ef ekkert annað breytist, að því við erum í meðaltölum, ef að vextir hækka, þá munur vanskil aukast. Það er að þetta í rauninni einstaklingarnir eða heimilin í þjóðfélaginu má setja þau í kurvu og það mun bara, en hins vegar eru margir aðrir þættir sem breytast og þar eru launin mikilvægust og þau hafa verið að breytast á undanförnum og það voru bara fréttir nýlega að það hefði verið 1,1% kaupmáttaraukning á síðasta ári þrátt fyrir verðbólgu. Þannig að og það þýðir það að þú hefur borð fyrir báru til þess að mæta vaxtahækkunum. Og svo ég bara bæta þetta við líka þess að tala þess að nefndisviðum, við erum 3 ár og það er nefnd heitir fjármálaeftirlitsnefnd og samspil fjármálastöðugleikanefndar og fjármálaeftirlitsnefndar á að vera með þeim hætti að hafa heimil á fjármálamarkaðnum, heimil á áhættusækni í fjármálakerfinu eða það myndist áhættuþætti þar sem getur komið okkur í vandræði. Þannig að þar og við sittum reyndar báðir í þeirri nefnd líka en sko þannig að það er hugsunin. Þannig að það er alveg skýrt og vandamáli var það að það var engin einn aðili sem bara ábyrgð á fjármálastöðugleika eða tók eitthvað ábyrgð á kerfislegum stöðugleika. Þess að árunum það voru bara í 6-7 aðilar, mörgur ráðuneyti, margar stofnanir. Þannig að núna er bara einn aðili, Seðlabankinn, sem ber ábyrgð og þannig að ef eitthvað gengur, ef þetta feilar, þá getið þið bara komið og sótt okkur Gunnar og dreigja okkur til ábyrgðar í Gunnar. Sækja þig fyrst kannski? Það sækja mig fyrst kannski, ok, en þið sjáuð hvernig þetta er og þá líka hef ég túlkað það þannig. Fyrst að það er búið að setja alla þessa ábyrgð á mig að ég hafi leyfi til þess að rífa kjaft opinberlega og mig tjá mig.
af því að þannig að ég geti allavega skýrt út það sem við erum að gera og svo það sé komið frá. Ásthildur Lóa, þú ætlaðir aðeins að koma aftur að þér. Mér finnst mjög gaman að ræða verðtrygginguna. Og hvað segir? Og Gunnar sagði áðan að það væri betra fyrir bankana að lána óverðtryggt en verðtryggt. Ég er svo sem ekki alveg viss að ég sé sammála því en enga síður, láta það standa. Og svo hefur við einnig rætt það að verðtryggingi gerir þjóðina ónæmi fyrir verðbólga og veldur því að stýritæki Seðlabankans gegn henni virka ekki sem skyldi, þannig að vextir eru hærri en þeir þyrftu annars að vera. Svo erum við líka búin að ræða greiðslumat fyrir verðtryggðu láni, sé í raun falsað greiðslumat, þar sem það miðast bara við fyrsta gjalddaga en gerir ekki ráð fyrir hækkunina sem á eftir kemur. Þannig erum við í raun búin að hrekja mýtuna að hún sé nauðsynleg fyrir þá tekjulægstu til að komast inn á húsnæðismarkaðinn, auk þess sem það er bara til háborna skammar að beina þeim verst stöddu í bara versta lánaform sem fyrirfinnst í víðri veröld. En það er þetta flókin afleiðulán sem eiga að vera milli fagfjárfesta og fagfjárfestu ríkis og eru hvergi á Vesturlöndum í boði sem neytendalán. Auk þessu og svo náttúrulega takmarka verðtryggð mjög alla eignamyndun lántakans og alltaf neikvæð fyrir heimilin nema kannski smá tíma, svona afsakið orðalagi svipað á það að pissi skóin sinni hlýtt í smá stund og allt þetta mælir gegn verðtryggingu neytendalána. Þannig að fyrir hvernig er hún og er ekki bara best að afnema þessa bráðabirgðalausn sem íslensk heimili hafa setið uppi með í nær 40 ár? Ég verður nú vikinn það að á ferli mínu sem hagfræðing þá hef ég fjallað töluvert mikið þarna verðtryggingu, hún var náttúrulega málan á. Ég álita alltaf þannig að það væri ekki hægt að banna hana nema þó að það væri einhver raunveruleg valkostur í staðinn. Og það verið það sem skipti öllu máli og það fannst mér mjög mikilvægt að við náðum að byggja upp þetta nýja húsnæðislánakerfi þó að það sé ekki kannski alveg fullkomið og ég hefði gjarnan viljað það að við heimilin hefðu völ á föstum vöxtum. Þannig að ég álita við stigið mjög mikilvægt skref út úr þessu verðtryggða kerfi með þessum við höfum að gera. Bara mjög mikilvægt við náum að halda utan það og að við séum ekki að hrekja heimilin aftur í verðtryggingu. Ég er alveg sammála í því. En hvernig svara þessu þannig? Ég ætla bara að segja eitt að þú nefndir að varðandi fölsuð greiðslumöt, ég vil nú ekki skilja þá sem eru að hlusta með það að greiðslumötin séu fölsuð því að það getur verið skoðun einstaklinga að þau séu þannig en þau eru bara með ákveðna forsendur og við getum verið ósamlega hvort að forsendurna séu réttar eða rangar eða hvort það séu alla forsendur sem þurfa að vera þar en þau eru ekki fölsuð greiðslumötin. Nei, má ég aðeins bara? Ég get alveg tekið undir það en þau eru þá ekki rétt með forsendur. Forsendunar er ekki réttar, það er að segja ef að verið er að þú ert að fá lán og þú færð það samkvæmt fyrstu afborgun af verðtryggðu láni. Það er ekki endilega vegna þess að svo fer þetta hækkandi. En ef það ekki líka rétt að ef að verðtryggingin væri ekki, þá þyrftu vextir ekki að vera jafn háir og þeir eru. Það myndi lækka vextina innan skamms tíma. Það gæti verið að þyrfti að taka smá jafnvægi en það myndi lækka vextina vegna þess að þið þyrftuð ekki að beita þessu stýritæki jafn skart. Já, það veldur að vísu því, það líkur ykkur fyrir að það verið með breytilega nafnbæsti leið þess að við höfum miklu meira valdi yfir fasteignamarkaðnum. Og við getum brugðist í verðbólgu þar en náttúrulega ef verðbólga kemur frá öðrum þáttum að þá náttúrulega verður það ekki að vexti vegna þeirra þátta sko. Þannig að það fer eftir því sko við hvaða aðstæðu við erum að eiga við. Ekki jafn skart af því að við myndum finna verðbólguna. Já, við þurfum að sjá núna að þetta er ákveðin tilraun hvernig við erum að vinna út úr þessu núna og hvaða áhrif við erum að hafa í þessu. Heyriði, ætlar að bæta við? Ég ætla bara að segja, sko verðtryggingin sjálf veldur ekki verðbólgunni, en hún getur haft áhrif á það hvernig brugðist við verðbólgunni.
Heyrði, mér langar svona, það margt komið fram sem að mig langaði að spurja þannig ég ætla ekki að tvítaka það, en það einn örfá atriði sem að mig langar að fá að varpa til ykkar. Og það nú fyrst bara svona hugleiðing mín að það kom fram í skýrslunni að hlutfall fyrstu kaupenda hefði aukist lítilega og væri núna 32,6%. Hvað eðlilegt, og þá ég nú aðalega kannski að horfa til landa sem við erum að bera okkur sama við að þetta hlutfall fyrstu kaupenda sé hátt, ef þið vitið það. Nú þið hafi komið mjög vel inn á það að hvað staða heimilanna sé traust og vegna þess að þá mun það auðvelda heimilunum að standa undir aukinni greiðslubyrði ef að vextir hækka enn frekar. Og eins hefur Ásgeir komið inn á það að heimilin hafi nú meiri aðgang að fjölbreyttari lánamöguleikum og öðru lánaformum. Það hefur sömuleiðis komið fram að vanskil hafa minnkað og eru að ég tel í sögulegu lágmarki á lýðveldistímanum. Ég myndi aðeins vilja fá áreiting á því. Það hafa í rauninni aldrei færri svona talið sér búa við jafn þunga byrði af húsnæðismarkaði. En 22% heimila bjuggu samt sem ári leiguhúsnæði og við höfum rekið þá stefnu á Íslandi í áratugi að við viljum að flestir séu í eigin húsnæði. Teljið þið að því að nú búið að ræða hér vandræði á fasteignamarkaði og skort á framboði, hvort að við getum hækkað þar eða minnkað hlutfall fólks á leigumarkaði eða hvort það sé æskilegt. Nú, mér langar líka aðeins að því ég deili með Ásgeiri ákveðnum áhyggjum af vinnumarkaðnum og þú nefndir hér hagvaxtarauka sem á að greiða út núna í maí og hvaða áhrif þið teljið það muni hafa og hvort að það muni ekki þá ýta undir vaxtahækkun af hálfu bankans. Ég deili sömuleiðis hér áhyggjum af netöryggi í kerfinu og mér langar að spyrja á hverju það sé í lagi að við séum með verðbréfa skráninguna erlendis. Þetta mikilvægur innviður. Þetta eru eignir landsmanna, þetta eru eignir lífeyrisþega. En á sama tíma lýsið yfir áhyggjum af því að greiðslumiðlunin sé erlendis. Og ég ætla aðeins að fá skjóta inn líka bara rétt hér í bláa lokin aðeins hugleiðingum verðtrygginguna. Að verðtrygging að mínum mati hagkvæmari eftir þessi verðbólga og óvissa meiri. Og ef verðtrygging nýti ekki við, myndi það ekki leiða til hærri vaxta. Og ráðu við afnám verðtryggingar með þann gjaldmiðil sem við erum með. Þetta eitthvað sem að margir hafa oft velt fyrir sér. Annað var það ekki frá mér. Já, sko ég ekki alveg viss, 30-40% hlutfall fyrstu kaupenda mjög hátt og lýsir að einhverju leyti bara þeirri demógrafi sem hér hvað okkur að fjölga hratt og ég held að höfuðborgarsvæðið, eða stóra Reykjavíkursvæðið, ég held að það hefur vaxið 20% á hverjum áratug sem lýsir einhverju leyti það hvað við okkur fjölgar hratt og það náttúrulega gerist bæði með því við náttúrulega eigum mörg börn. Fæðingartíðni náttúrulega mjög há á Íslandi sem betur fer og og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli að við séum þá að sveitarfélögin séu þá að standa saman því að ég veit ég veit sem ekki hvað þetta telast rétt. Ég held að það náttúrulega fer einhverju leyti eftir demógrafi eða fæðingartíðni. Varðandi breytileg vextir náttúrulega vanskil hafa minnkað. Það náttúrulega gæti aukist en ég held samt að vanskil og fasteignalán tengjast yfirleitt vandræðum á vinnumarkaði.
það er svona okkar reynsla svona þegar þarna litið aftur í tíman. Tengjast þá eru tengist einhver því að bara fólk verður fyrir tekjumissið með sér vinnuna. Það var við séu þarna dæmið það eftir hrunið. Greiðslubyrðin hækkaði mjög snögglega fyrir fólk sem var með gjaldeyrislán. En ég held að við séum, ég held að atvinnustaða heimilanna og launaþróun skiptir einna mestu máli. Hvað það varðar. Og hvað var það þarna leiguhúsnæði? Ég held að það sé alveg, það hefur verið yfirlýst markmið stjórnvalda og það er eiginlega sama hvað flokkur hefur í stjórn að gera fólki kleift að eiga í húsnæði og ég held að fólk vilji það yfirleitt. Ég man alltaf eftir það var mjög mikil umræða einhvern að þessi kynslóð sem verður núna að vaksa upp og það var einhver kynslóð sem vildi ekki eiga neitt, vildi bara upplifa og vildi ekki eiga neitt en það er náttúrulega aldeilis rangt. Ungt fólk vill alltaf koma sér fyrir og vill eignast eigið húsnæði og bara vill koma sér fyrir og það er mjög mikilvægt að við og það er bara í þessu samhengi að ef Alþingi eða stjórnvöld fara að hafa afskipti af fasteignamarkaðnum að það er bara mjög mikilvægt að það sé ekki verið að fara út í beina afskipti af þeim sem eru á markaðnum nú þegar. Ég tel að staða þeirra sé alveg þokkaleg, jafnvel þó að hækkum vexti. Fókusin eigi að vera eins og reyndi komin fram á þá sem ekki á markaðnum en langar að komast inn og þá er alveg gott að hafa bara fjölbreytni í eignaformi. Hvað er nú hérna? Og hvað var vinnumarkaðinn sem ég gefið þig? Ég held að við þeim náttúrulega þessi hagvöxturauki, Seðlabankinn náttúrulega við skilningu því að það skulle vera staðið við samninga, það var samið það, þannig að það verið greitt út en það náttúrulega ekki komið sér vel okkar áliti við núverandi aðstæður. Ofan í það verðbólgu sem við erum með núna og þannig að það er bara að bæta í sko. Laun síðustu 12 mánuði hafa hækkað 7% eða eitthvað álíka, eða minnir 7,5 eða eitthvað álíka. Það er töluvert launaskrið í landinu, eða launahækkanir og inn í end á endanum þá er það þannig að það eru svo margar stærðir sem að í rauninni var ráðast á launum. Fasteignaverð til lengri tíma fylgir launum, nokkurn veginn, bæði raunverið og nafnverið. Verðbólga til lengri tíma gerir það líka að einhverju leyti. Þannig að það skiptir miklu máli að við náum einhverjum saman með skilningi í þessu. Hvernig er þú þarna? Nei, bara hérna sko varðandi greiðslumiðlunina að þá er það, eins og ég rækti áðan að þá er þetta í rauninni bara mat á áhættunni og við erum í samstarfi á Evrópska efnahagssvæðinu og þar eru ákveðnar leikreglur sem gilda fyrirtæki eins og verðbréfamiðstöðvar. Hvar gögnin eru geymd, þarna komum við kannski líka inn á það að vissulega áhyggjur af tengingum til og frá þess staðar þessi gögnin eru geymd og ef það rofnað á sambönd útlönd þá væri það óheppilegt. Það væri hins vegar ekki óyfirstíganlegt. Hins vegar oft í umræðunni svona ákveðin misskilningur varðandi skýið eða geymslur á gögnum eða jafnvel geymslur á hugbúnaði að það sé öruggara að vera með það nálægt sér eða á einhvers staðar undir eigin stjórn og ég nefndi í viðtali í vikunni að þetta dæmi frá því fyrra þegar var brotist inn í Microsoft Exchange serverana hjá mörgum stofnunum, meðal annars Evrópsku bankastofnuninni eða EBA, bankaeftirlitsstofnuninni og en það var ekki brotist inn í skýið af því að aðilarnir sem að sinna skýinu eru oft með miklu betri varnir heldur en ef þú ert með þetta á eigin vegum
og ef við horfum á Nasdaq sem fyrirtæki sem álega gríðarlega mikið undir verðbréfaviðskiptum, ekki bara á Norðurlöndum heldur í Bandaríkjunum og víða annar staðar, að þá eru þeir bara mjög framarlega þegar að kemur að öryggismál og þess vegna líður okkur ekki og höfum ekki miklar áhyggjur af því að þetta sé í þeirra vörslu utan landsteina. En auðvitað má velta fyrir sér í framhaldinu ef að heimsmyndin að breytast og hlutir eins og Ásgeir kom inn á áðan að virðiskeðjan að færast meira inn í nærsamfélagið, hvort að hlutir þurfa að vera innan landamæra, hvort að það sé einhver nýr veruleiki, en það svona, við höfum allan metið að svo að Evrópska efnahagssvæðið sé ásættanlegri staður heldur en að opna það utan þessa, því að við erum þáttakendur í þeirri laga umgjörð. Svo bara vildi ég kommentara aðeins á með vanskilin. Ég held að sé rétt hjá þér að þetta eru lægstu vanskil, ég veit ekki í lýðveldissögunni allan frá því við fórum að vera með gögn. Við erum náttúrulega ekki með gögn yfir allan tíman sem að hægt að reiða sig á, en þetta eru lægstu vanskil sem við fórum að skoða gögn og ef við bara berum þetta saman við við fórum náttúrulega í gegnum COVID sem var alveg gríðarlegt áfall. Hagvöxtur dróst hér samanst 6,5% árið 2020, óx á síðasta ári en það var frá lægri punkti. Ef við berum þetta saman við, og þetta var meiri samdráttur 2020 heldur en hefur verið áður frá því að við byrjuðum að mæla, og ef við berum vanskilin saman við það, að vanskil á þessu tímabili hafa farið niður á við, á meðan að vanskilin 2008-2009, þar erum við að tala um, nú erum við að tala um að það fór úr 2% fyrir heimilin niður í 1%, ég er að námynda, frá lokum árs 2019 til loka árs 2021. Við erum ekki með alveg sambærilega tölur að við erum ekki, regluverkið hefur breyst, en við erum að tala um milli 10-20% vanskil eftir 2008-2009. Þannig að skalinn er bara allt annar. Og það sýnir líka bara það sem við erum búin að vera að tala um, að staðan þó auðvitað séu ákveðin svona teikn á sjóndeildarhringnum með óvissu í stríði í Austur-Evrópu, verðbólgan, virðiskeðjan og þessar aðfangatruflanir og svo framvegis, að þá er staðan þrátt fyrir allt ansi traust þegar kemur að stöðuleika fjármálakerfisins á Íslandi. En ef eitthvað breytist í því, þá verður það að bregðast við. Það sjálfur hreinið. Þannig það er að segja, þó við segjum þetta núna, að það er lítið vel út, þá gerum við grein fyrir því að þetta getur breyst. Og þannig að þá þurfum við að bregðast við nokkurn veginn. Já. Heyriði, ég ætla að biðja hana Dilju afsökunar að ég sá ekki að þú hefði beðið orði Dilju áðan. Og gjörs vel. Takk, ég var bara stutt að skjóta inn því ég deili hérna áhyggjum kollega minna af hækkun fasteignaverðs og ég er með svona tvíþætta spurningu, annars verður af því að annarkvör ekki sagði áðan það verður erfitt að stoppa verðhækkunina, en verður hún stoppa öðru sem heldur með auknu framboði? Getur bara, getur stjórnvöld endalaust stigið inn í og verið að reyna einhvern veginn að binda hnút veski meðal annars höfuðborgarbúa, eða verður ekki bara að koma til auki framboð? Og þá í tengslu við það, og því að við höfum verið að ræða samfélagslega ábyrgð, þá er óumdeilanlega skortur á framboð á fasteignum á höfuðborgarsvæðinu, og þar sker Reykjavíkurborg sig úr með að hafa yfir að ráða byggingalandi sem er bara ekki verið að skipuleggja. Verður ekki bara höfða til samfélagslega ábyrgðar sveitarfélaga sem hafa yfir að ráða byggingalandi að einfaldlega bjóða það fram? Það er ekki bara beina til þeirra tilmælum? Það er, ég meina, ef við gerum það næstkonar, ef þetta tilmæli, en ég er alveg sammála í því að aukið framboð er lykillinn að auknu stöðugleika á fasteignamarkaði. Og það, ég held að segja allir orðin sammála núna. Og ég held líka að það sem er mikilvægt að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðinu vinni saman í þessu efni. Og við eigum náttúrulega nóg land, það er ekki eins og við séum eitthvað aðkreft í þessu risastóra landi sem við erum með. Það þurfi ég. Það er svona álítum við að þessi hækkun á fasteignaverði sé eitthvað tímabundin og þannig að
fasteignamörk muni vera hvað var að verðbólgu vera akkir í stöðuleika þegar líður lengra fram. Við munum ná því þannig. Já, og við njótum þeirra forréttinda að við getum bent á það að þessi framboðsskorturinn, það ekki okkar að leysa vandamáli og þar koma stjórnmálin inn í að ákveða hvar byggt og hvernig byggt og svo framvegis. Hins vegar verður alltaf að hafa í huga við sjáum núna að það væri betra að hafa meira framboð af fasteignum. Í lok árs 2019 þá voru allir að hafa áhyggjur af því að það veri allt of mikið búið að byggja af fasteignum. Þannig að heimurinn svolítið fljótur að breytast, þannig að ég held að það sé erfitt það engar svona einfaldar lausnir að leysa vandann, þegar við getum alveg endað í því að brjóta nýtt land og svo þegar við erum búin að byggja nýtt hverfi að þá bara staðan orðin allt önnur og þá við þannig að þetta svolítil ítrun að reyna að átta sig á stöðunni. Sem betur fer þurfum við ekki að eiga við það vandamál því að það ekki nein einföld lausn á því. Hitt sem að við höfum stjórn á og það sem við erum að gera og mjög markvisst og að reyna að setja, og við lýstum eins og síðasta fundi með nefndinni, svona ákveðin vegrið og það veðsetningarhlutfallið, greiðslubyrðarhlutfallið og önnur tæki og það mikil umræða innan Evrópusambandsins núna og við erum, myndi ég segja, tiltölulega framarlega á Íslandi að hafa stigið þessi skref því að nú Evrópusambandið að íhuga það hvort að þetta eigi ekki að verða tæki innan alls Evrópusambandsins að nýta, að því að það sem þetta gerir tvennt, þetta sem meginmarkmiðið að reyna að hafa hemil á skuldsetningu því að þú setur greiðslubyrðarhlutfall, þú setur veðsetningarhlutfall og þú ert alltaf að horfa á meðaltölin, þú ert að reyna að lækka skuldsetningu en með því að lækka skuldsetninguna að þá hefur áhrif á hallatöluna á hækkun á húsnæði að því að skuldsetningin það sem að ýtir upp verðinu á húsnæðinu, hversu mikið þú skuldsetir þig. En maður bara að horfa á þetta svona í heildarmyndinni og þannig að þessi tæki hafa vonandi þau áhrif því að það sem erfiðast held ég fyrir alla, bæði ungt fólk og aðra sem eru núna á fasteignamarkaði, það að tímasetja hvernig þú átt að fara inn á markaði. Þú getur verið alveg ótrúlega heppinn og keypt fasteign á ákveðnum tíma og svo þegar þú selur hana þá hefur bara hækkunin orðið gríðarleg. Þú getur líka verið óheppinn og þú ert bara að tala kannski nokkur ár til eða frá og hvað endan. Þannig að þetta alveg gríðarlega flókið mál. En þess vegna höfum við, það sem okkar tæki að reyna að hafa áhrif á að draga úr þessum sveiflum og vonandi miðað við rannsóknir, þetta náttúrulega ný tæki sem eru ekki verið beitt mikið en svona rannsóknir frá sumum löndum bendir til að þetta geti allavega haft einhver áhrif á þessa hallatölu og dregið úr sveiflum á húsnæðisverði. Þegar ef þetta að draga úr sveiflum á húsnæðisverði þá held ég að það væri alveg gríðarleg kjarabót fyrir alla. Jájá, og ég alveg sammála því, en hins vegar ég álít það að þrátt fyrir allt og þá við sjáum það að það verið að ræða fasteignamarkaðinn sem verðbólguvandamál sem hann hefur verið. En ég þó bindum vonir það að þessi tæki sem við erum með, sem við settum á fyrirfram, þessi tæki með vandi greiðslubyrði og hámark greiðslubyrði og veðlánarhlutfall settum við vantilega sett á, þetta eitthvað sem hefði átt að setja á 2003-2004, svona ef við litið í baksýnisspegilinn. Þannig við erum að vonast þess að þetta komi veg fyrir það að fasteignamarkaðurinn verði fjármálastöðugleika vandamál. Heyriði, þá erum við að verða búin með þann tíma sem okkur var úthlutað hér. Ég vil bara þakka gestum fundarins, þeim Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra og Gunnari Jakobssoni varaseðlabankastjóra kærlega fyrir komuna hér og fyrir upplýsandi umræðu. Nefndarmönnum vil ég þakka fyrir góða fundarsetu og ég vona að þessi fundur hafi verið upplýsandi og fólk hafi haft gagn af og jafnvel nokkuð gaman. Að því sögðu slíti ég fundi. Takk. Jájá, þannig ég bara þakka fyrir okkur. Þú voru bara hérna góðar, segist, þáttbúningar.